Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og ég með gest hérna í sjávarútvegsspjallinu í kvöld sem heitir Sigurjón Þórðarson. Sigurjón Þórðarson var formaður atvinnuveganefndar Alþingis síðastliðið ár eða frá síðustu kosningum og nú orðinn formaður fjárveitingarnefndar. Já, Fjárlaganefndar. Og þar sem þú ert með kápuna á báðum herðum, þannig séð, og þú ert í atvinnuveganefnd líka. Jú. Þannig að nú spyr maður sig, vantar ekki ríkissjóð meira af peningum og ekki hægt að ná því í gegnum fiskveiðar á Íslandi? Jú, ég sannfærður um það. Já. Og þó við færum ekki nema á þann stað þar sem við byrjum. Já. Í kvótakerfi. Já. Þá myndi muna verulega um það. En við byrjuðum í 300.000 tonnum þegar aflinn var 267.000 tonn fyrsta árið. Já, það var þegar aflinn náði ekki því marki, þá var ákveðið að fara í þetta kerfi. Svo við færum bara upp á stað sem að öll rök eru fyrir að óhætt væri að fara, að þá myndi það muna 20 milljarða króna fyrir þjóðarbúið. Já, tala nú ekki ef þú myndir svo geta nýtt aðra tegundir meira eins og ýsu, ufsa og annað þess áttar. Já. Og ekki þess virði að pröfa þetta í 3 ár og endurmeta stöðuna, hvort að stofninn hafi beðið skaða af þessu eða jafnvel nýliðun og hrygning hafi heppnast betur? Svona frá mínum sjónarhóli þá mælir allt með því að kanna þetta, því að hafa farið alveg í blindni eftir ráðgjöf Hafró, að það leiddi til þess að við höfum farið núna á síðustu 5-6 árum niður 70.000 tonn í ráðlagðri veiði, þannig að það komið tíma að reyna eitthvað annað og það eru flest sem mæli með því að auka verulega veiðar. Maður hefði haldið það, en þú varst náttúrulega í formaður atvinnuveganefndar og þú varst að skoða makrílinn. Já. Og hvernig endur mat á makrílstofninum 10 ára eftir í tíman eða meira? Já, heldur meira, en það kannski rétt að rifja það upp að makríllinn, hann kom hérna æðandi inn í íslenska lögsögu í kringum hrunið og hjálpaði nú verulega til. 2009. Já, byrjar hann að koma á fleygiferð hérna inn í lögsöguna og þeir sem voru þá með svona veiðiheimildir í öðrum uppsjávarafla fengu þá mikla reynslu, meðal annars vegna þess að hann kom svona í bland við annan uppsjávarafla. Já, það var þannig að það gátu raunverulega ekki stundað og farið á makrílveiðar nema þú ættir síldarkvóta. Það var svona upp af þessu en hann kom hérna æðandi inn í lögsöguna og þá var ákveðið svona meðal fiskifræðinga deilur að það voru sömur sem töldu stofninn vera miklu stærri heldur en hann var metinn af Alþjóða Hafrannsóknaráðinu. Meðal annars fiskifræðingurinn Jens Christian Holst sem að benti á það norskur fiskifræðingur sem var einn aðal sérfræðingur á sviði uppsjávarfisks í norsku Hafró. Og hann benti á að tölur í flottvörpunni, að þá það sem að menn tóku strók af sjónum, gáðu til kynna að stofninn væri miklu mun stærri. Og þá vildu þeir sem að trúðu ekki alveg þessu niðurstöðum deila í það og sögðu það að einhverju leyti þá væri vængirnir á flottrollinu að smala inn í trollið og það gæfi heldur meira heldur en raunbæri vitni, en Jens Christian var líka reyndur sjómaður og vissi sem var að fiskurinn synti undir
og frá trollinu og hættunni já. og líka að fiskurinn sem var seinastur inn, hann gat seint út. Já. Þannig að hann taldi að það var jafnvel miklu meira í sjónum heldur en trollið gæfi til kynna. Þannig að hann áætlaði að út frá bara niðurstöðum trollsins að það væri 6-falt meiri afli eða stærri stofn heldur en Alþjóðahafrannsóknaráðið hérna taldi. Já. Og hann studdi það einnig með merkingatilraunum að hérna merkin skiluðu sér í litlum mæli í endurheimtur. Já. Og þá eru allar líkur á því að fiskurinn hafi þá drepist á öðrum orsökum heldur en veiðum. En menn deildi það líka sem að vildi svona einhverju leyti sveigja gögnin fyrirfram hugmyndum og sagði að það væri heldur meiri eða margfalt hærri merkingadauði að fiskurinn dræpist bara við að vera merktur. Já. Og þess vegna væri nú rétt aðeins að deila í þessa stofnstærð sem var bæði rökstudd með því sem fór í trolli og með merkjónum. Þannig að það var niðurstaðan. En þá ertu náttúrulega ekki að tala bara í Noregi því þeir náttúrulega hafa ekki veitt mikið af makrel í troll. Nei, þetta var stofnmælingin sem fór fram með trolli. Já, og merkingum. Já. Það svolítið erfitt að mæla hann. Það nánast ómögulegt að mæla hann með endurvarpi. Já. En þetta var svo aðferð sem var notuð. Já. Og það rýmaði svona upp á einhverjar milljónir tonna til eða frá, hvort það voru merkingarnar eða það sem fór í trollið. Já. En enga síður að þá var þetta deilt niður og síðan kemur ný skýrsla núna 2025. Og það raunverulega 16 árum. Já, það hafði áður farið fram svona eins og þau kalla rýni 2019 ef maður rétt og síðan var aftur rýnt núna 2025 og þá gaf ef að stjórnandinn hérna setjum myndina á og bláu súlurnar eins og að stofninn var mældur viðkomandi ár. Já. En síðan það appelsínugulu súlurnar að það þá endurmatið á stofnstærðinni árið 2025. Þannig ef við förum í árið 2014 þá sjáum við það að stofninn árið 2014 margfalt stærri metinn núna heldur en var í rauninni talin vera það árið af Alþjóðahafrannsóknaráðinu. Og síðan sýnist mér hérna mismunurinn vera mestur þarna 2012 þannig að þá munar þetta margfalt, fjórfalt og það alveg ljóst að ráðlögu veiði öll þessi ár það sem munurinn hve mestur að hún var langt undir því að geta nokkuð tíman talist ofveiði. Og við skoðum árið 2014 til dæmis að þá sjá áhorfendur að súlurnar fara svona niður á við í endurmatinu, hratt niður á við og það augljóslega að það gerist þegar að veiðin langt undir því sem að getur nokkuð tíman talist ofveiði. Já. Af því að hún þá, hvort hún var 22-23% af bláu súlunni og þá orðin sko lítið brot af endurmatinu. Þannig að það les ég fyrst og fremst út úr þessu. Stofnstærðin sveiflast algjörlega óháð veiðin í makríl. Og þegar maður lítur síðan tilbaka til þeirra stjórnvaldsaðgerða sem voru að takmarka hér makrílveiðina og jafnvel verið að takmarka veiða smábáta að þá þegar maður hefur þessa vitneskju sem að menn áttu að vita út frá þeim gögnum sem lágu fyrir en búið að viðurkenna núna
En þeir eru búin að viðurkenna það alþjóða hafréttarráðið Já. að þetta rétt endurmat. Já, þeir telja það núna, en líklegast þetta ennþá varlega áætlað. Það ekkert ólíklegt með að við hvað útbreiðslusvæðið var svakalegt og mikið þéttleiki að þetta hafi verið jafnvel enn meira. Það var meiri segja makríll á milli Grænlands og Íslands. Já, fyrir sunnan Grænland. Þannig að þá sjáum við það að fiskistofnar hníga þrátt fyrir að veiðin sé langt undir því sem að geti nokkuð talist. Bara náttúrulegar sveiflur í heiminum, í veröldinni. Það sem mér fannst eiginlega óþægilegast að þeir sem að voru þá bæði fiskifræðingar að vinna innan ráðuneytisins og Hafró, að þeir viðurkenna ekki þessa staðarins sem blasir í rauninni við hverju manni sem getur lesið eitthvað annað borð út úr línuritum. Það að stofninn fer niður á við, þrátt fyrir að það hafi ekki verið ofveiði. Og það eins og að menn séu bara of fastir í þessu og síðan skýringin að það þeirra að náttúrulegi dauði hafi skyndilega aukist eitthvað og mögulega miða við það að þá hafi verið ofveiði haldaðir ennþá fram. Og mér finnst það svolítið, þegar maður fær þetta svona framan í sig, svona fulleringar í ljósi bara skýra gagna, að þá þegar maður að halda það að endurskoðun á þessu kerfi að hún hljóti að koma utan en ekki meðal þeirra sem eru í rauninni að vinna að rannsóknunum ef þau geta ekki horfst í augu við augljósar niðurstöður og tekið þá bara mið af þeim gögnum af því að þetta náttúrulega alveg bara deginu ljósara. Já. En þetta það sem snýra makrílnum og búið að vera í gegnum tíðina og við vorum að rífast við aðrar þjóðir það hvað við mættum veiða mikið og menn voru þar alveg brjálaðir út í Íslendingana að veiða svona, og við bönnuðum Færeyingum að landa á Íslandi og annað í þeim dúr, allt í nafni vísinda. Jú. En ég glemdi þriðju mælingunni á makrílnum og sem náttúrulega alveg svona, fjarstæðukenndar tilraun að það annars vegar út frá merkingum og það sem kemur í flottrollið í tilraunaveiðum. Þriðja atriðið eggjatalning á ákveðnu hafsvæði þar sem að fiskurinn hrygnir og það finnst mér svona mér mikil bjartsýni að það sé hægt að slá eitthvað, menn geta mögulega séð mismikið af eggjum. En ætla síðan að fara og ákvaða einhverja kílóafjölda út frá því að það finnst mér bara að vera algjör vísinda vitleysa. Já, en það nú töluvert það að svona heilbrigð skynsemi kaupir ekki þessi vísindalegu rök. Nei. Og reynslu miklir sjómenn sem eru búin að vera á veiðum á alls konar tegundum og að þeir eru ekki að kaupa hugmyndafræðina Nei, það alveg rétt. Hjá Hafrannsóknastofnun og ástæðulaust að setja fullt af tegundum eins og sæbjúgu og beitukóng og annað í kvóta. Það auðvitað eins og við höfum farið yfir áður að það bara helling af, það nánast alla tegundir sem hafa verið settari undir þessa veiðistjórn hafa farið mjög hratt niður á við. Þorskurinn náttúrulega bara innan við helmingur eða það sem hann var áður með eitt að jafnaði, þetta sveiflaðist það. En þannig að tala það að bæta í 100.000 tonna, það bara mjög góð tillaga og mjög ábyrg finnst mér.
En við getum tekið bara það sem í banni, ég meina, það er hörpuskilin og það er humar og það er lúða og djúpkarfi nánast og innfjarðarækja og eflaust má telja fleiri djúpkarfi var komin, úthafskarfi. Þannig að við erum hérna ekki að gera góða hluti. En ég var nú að ræða við sjómenn í gær og þá kom það nú fram á fundi að það væri jafnvel farið að býta humar á línuna eða það sem þeim voru að veiða og eða farin að koma upp en samkvæmt allavega veiðiráðgjöfinu þá er humarinn ekki til. Nei. Og ef við förum núna því að það stendur yfir loðnuvertíð blessunarlega þá var farið í haust með 2 skipum og þeir fundu ekkert. Já, þeir fundu 400.000 tonn af loðnu þá. Já. En svo lögðu til 40.000. Já, lögðu það til og síðan var farið nú í janúar, nýliðnu mánuði og þá fóru menn á 5 skipum. Þá var stofnin aðeins hlaupinn örlítill vöxtur í hann og fór úr 400 og í ykkur rúm 700.000 tonn. Og það sem er kannski, sérkennilegt að öryggismörkin á þessum 400.000 tonnum var einhver 0,2 að 20% sikur áttina. Þannig að það fór svolítið upp úr því og í staðinn fyrir að taka nýjustu gögn með það sem það sem voru mun fleiri skip og líka þegar að loðnan er svona farin að þétta sig meira og farin að ganga. Og væntanlega stærri hafsvæði tekin og mælanlegri. Já. Að þá var einnig þá gamla mælingin tekin að þriðjungi og látin gilda þriðjungi og nýja mælingin að 2/3 og ef að menn hefðu bara litið á nýjustu mælinguna með 5 skipum að þá hefði ráðlegur afli verið kringum 300.000 tonn í staðinn fyrir 200.000 tonn. Þannig að hefði munað einhverjum 10 milljörðum í aflaðum. Já, mögulega rækilega það. Þannig að ég held að það sé tímabært að menn maður hefði bara haldið að yrði að gera það og þú náttúrulega hefur sjálfsagt talað fyrir því í atvinnuveganefnd að þetta yrði tekið til gagngerðar endurskoðunar og endurmat á mati Hafrannsóknastofnunar. Er það ekki? Jú, það fór reyndar fram einhver athugun eða skýrslugerð. Já, hefur eitthvað komið út úr því? Hún er ekki komin út ennþá. Nei. Og menn hafa verið að ræða þetta, en þá er sagt svona, svarað, hvað á komið í staðinn. Já. Og mér finnst allavega staðinn fyrir að fólk sé að sökkva sér niður í aflaleysi, að gera þá allavega einhverjar tilraunir. Ég hef lagt til eins og hefur komið fram hér, opin svæði, gera kannski athuga með að bæta verulega í afla, segjum í þorskinum í 3 ár og sjá hverju það skilar okkur. Já, og hvaða áhrif það hefði á lífríkið og nýliðun og annað þess háttar. Það er náttúrulega, og þetta myndi náttúrulega gjörbreyta tekjum og fyrir því í nýju starfi sem formað fjárlaganefndar. Já, það myndi gera hlutina auðveldari. Já, það myndi hjálpa til. Já. Og að ríkisstjórnin næði að vera með hallarlegs fjárlög á næsta ári, jafnvel. Já, meiri líkur á því. Þetta myndi vera algjör vítaminsprauta fyrir sjávarbyggðirnar og bara þjóðfélagið í heild sinni. Þannig ég er þar að berjast fyrir þessum sjónarmiðum. Já, það er gott að heyra það. Ég meina, við erum með ráðgjöf sem er náttúrulega bara í öðrum tegundum líka sem að bara eins og í grásleppunni að ætla að festa þetta kerfi í sessi sem er núna kvóti í grásleppunni út frá þessari veiðuráðgjöf. Það er mjög óábyrgt og ég botnaði bara nákvæmlega ekkert í til dæmis eins og Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum að vilja halda í þetta í stað þess að menn skoði þetta frá grunni og horfi til þess að auka frelsið.
Jú, þeir eru ekki menn frelsis til athafn og gjörða, hvorki sjálfstæðisflokkur né miðflokkur. Ja, maður allavega skynjar ekki þann tón allavega þegar það komið að sjávarútvegi. Nei, þeir virðast bara vera í vörn fyrir sérhagsmuni gegn heildarhagsmunum. Það virðist vera rauði þráðurinn í þeirra málflutningi. En reyndar þá ég nokkuð viss það að þeir aðilar sem innan SFS að þeir muni einni hagnast á meiri veiði og... Já, flestir nema kannski allra stæðstu topparnir. Jú, ég held að það sé alveg ljóst að Já. Það bara, það liggur fyrir. En þeir gætu verið smekir við að verð á veiðiheimildum myndi eitthvað lækka eða eitthvað þess áttar. Staðan núna orðin svo að það engin til þess að fjárfesta í veiðiheimildum nema þeir sjálfir. Sko. Nei. Þannig að þetta er bara jákvætt fyrir alla. Já. Ég skynja líka svona, það að koma svona, menn eru farnir að opna örlítið annað auga því á SFS sumir fyrir þessu því að þeim óar við því að fara jafnvel langt niður fyrir 200.000 tonnin ef mann gerir ekkert hvað var veiðiráðgjöfina. Það blasir við. Það blasir við líklegast, já. Því miður. Eftir 2, 3, 4 ár þá megum við alveg reikna með því samkvæmt formúlunni sem þeir vinna eftir. Já. En svo náttúrulega hvað segir SFS og hagsmunaöflin, þau virðast nú ráða þessu nokkuð vel. Ég ætla ekki að segja til það en það í rauninni við þurfum að ná þessari umræðu meira fram. Já. Og ég skynja það alveg bæði innan nokkura þingmanna í stjórnarandstöðunni og líka stjórnarliðinu að menn eru farnir að leggja við hlustir og sjá að sérstaklega þegar menn hafa svona dæmi fyrir fram að sig eins og makrílinn og menn að fara hratt niður í þoskinu núna að þá sjá menn að það þarf að skoða þessa hluti upp á nýtt. En þetta ánáttúrulega bara við allar kvótabundar tegundir nánast. Það engin tegund eða engin stofn sem búið að setja í kvóta sem eitthvað að fljúga upp. Nei, samkvæmt vísindaráðgjöf kláruðu við humarinn. Já, það engin svona saga árangus með neina tegund. Nei. Ef við berum saman loðnuna núna þetta tímabil síðustu 20 árin og 20 ár þar á undan þá það hvort það þriðjungur. Já, eða bara talar þrjú síðustu ár hvað loðnum við Já. Þannig að það kemur að þessu að það bara spurningu tíma og ég vonast til þess að þetta verði rætt í meira mæli við ríkisstjórnarborðið. Vonandi verður það og fólk átti sig á því að það þarf að skoða þessa hluti. Ég hef verið með menn í spjalli þessi mál og það eiginlega allir á því að tala nú ekki starfandi sjómenn að þetta eða sem hafa starfað til margra ára til sjós að þetta sé á algjörum villigötum allt sem Hafrannsóknastofnun að segja og gera. Og stórfurðulegt að þeir skuli ekki hafa skoðun á því hvernig eigi og hvað sé best, hvaða veiðarfæri best að nota bæði út af náttúrunni og öðru. Þeir hafa enga skoðun á því. Það kannski hlut af skýringunni að þegar mann horfa bara á hverja tegund fyrir sig og fiskabókhaldið og síðan það auðvitað að þeir sem eru stærri í útveginum að þeim þykir kannski ekkert mikið að fólk sé að hafa skoðun á þessu
En mín skoðun svo að við þurfum á öllum veiðaðferðum að halda. Já. Við þurfum á tófum og þurfum á Já. netaveiðum. Þurfum á skaki og nýta öll mið hérna í kringum landi til að ná alvöru afla. Já. Og við höfum nú gert það og reyndar eru tófeðar ekkert stundar á stóru svæði hlutfarslega í landhelginni. Nei. Það er ekki það. Þeir eru á tiltölulega afmörkuðum svæðum þar sem að afli og á tógurum og tókskipum en það er náttúrulega kannski óþarf að hleypa öflugum litlum trollurum upp í kálgarða eins og maður segir. Já, það er kannski rétt að það er rétt, ekkert kannski, að það sé svona ákveðnar umferðarreglur veiðarfæra. Að menn sé ekki að draga yfir línur og menn skipti þessu upp með einhverju skynsamlegum hætti. En þessi friðunarstefna sem hefur verið, að hún hefur ekki skilað meiri afla síðar. Nei, enda við höfum, Sigurjón, 40 ár sem við erum búin að vera í þessari tilraunastarfsemi. Jó, við höfum líka á upphafsárum þessa kerfis að þá var farið fram úr og þá var það kannski niðurstaðan að ráðgjöfin elti framúrkeyrsluna og við höfum líka bara í Ísu og að þegar var farið bara af því það var svona, hún var ekki kvótasett fyrir smábáta fyrir upp úr aldamótum þegar að var farið verulega fram úr að þá hafði það nú kannski ekki neinar aðrar afleiðingar en að matið á stofninu stækkaði og þannig að það vantar í rauninni algjörlega gagnrýna hugsunin í þetta, það vantar það að menn skoði ráðgjöfun í heild sinni og menn horfi ekki á hverju og eina fisktegund fyrir sig. Það er stóri vandinn í þessu. Þetta hormón er allt saman. Já. Þetta sá stóri étur þann litla og allavega hana. Og við höfum það líka auðvitað þegar menn skoða át hvalana. Já. Og berum það þá saman við reiknaða náttúrulegan dauða samkvæmt módelunum. Já. Að þá er alveg ljóst að þessi reiknaði náttúrulegi dauði að er ég vil minna heldur en át hvalan einna. Þannig að það rekst hvað annars hotn í þessu fiskabókaldi og við erum bara í rauninni þeirri stöðu ætlum við að taka til endurskoðunar eða ætlum við smá saman að draga okkur út úr vistkerfi Íslandsmiða. Það er svo staða sem uppi er. Og láta einhverjum fáum útvöldum eftir að heyrða hagnaðinn af veiðum og vinnslu. Jó, það er nú kannski það er líka að draga saman hjá þeim. Já. Og ég meina það mun örugglega býta þá núna þessi samdráttur í makrílnum. Já. En auðvitað kemur eitthvað annað í staðinn. Það mun alltaf einhver fisktegund koma inn og nýta þá vist sem er til staðar. Það mun örugglega koma hér síld í auknum mæli og mögulega golmuninn aftur þó svo ein tegundin gefi eftir því að það er auðvitað sem má ekki gleymast í þessu að það sem keyrir vistkerfið áfram er sólin og efstu lög sjávar það sem að ljóstilífin verður. Já. En þetta er úr ýmsu að það er ýmislegt sem þarf að skoða í þessum efnum. En núna er í þinginu umræða grásleppuna. Já. Og þú varst nú með þetta á þínu borði á síðasta ári. Og hefur nú hefur til dæmis Hafró verið að úthluta kvótum í grásleppu, heildar kvóta, veiði ráðgjöf upp á og nota til þess bottroll.
Já. Og grásleppan upp í sjó í 9 eða 10 mánuð á ári. Sem að menn bara hreinlega trú ekki. Jú, ég held að menn viti það og þeir eru ekkert að neita því. En það allavega kemur það fram og alveg rétt að undirstrika það að það ekkert samhengi. Það ekkert samhengi á milli þess hvað mikið af grásleppu núna á ferðinni 2026 og því sem á ætla að þessi stofn skila af sér að 3-4 árum liðnum. Nei. Það má svona líklegast ef maður skoða svona vaxta þrepin að hún sé svona 3-4 ár að verða kynþroska. En það ekki komin en fullvissa fyrir því og menn hafa ekkert fyrir sér í því. Þannig að veiðiráðgjöfin svolítið, ég nána sagt út í loftið og fjarstæðukennt. Það sem að hluti bara það að nota botnfisk eða togararallið botnfisk rallið til þess að meta uppsjávarfisk svolítið ævintýraleg nálgun en það sem færri vita að heildar veiðin annars vegar fyrir vorið 2026 að 2/3 hvað sem kemur núna í rannsóknarveiðarnar eða rallið 2026 og 3/3 af því sem að veittist í fyrra. Já. Og það alveg ljóst að það sem veittist í fyrra hefur nákvæmlega ekkert að gera með þá stoppstar sem núna. Nei. Og það ekkert heldur samhengi á milli þeirra mældrar stoppstarðar og þess sem kemur að 4 árum liðnum. Þannig að mínu viti þessi veiðiráðgjöf, hún alveg út í korti og ætla að festa hér einhverja hlutdeild á grundvelli vísinda sem betur að gáð í besta lagi gisk en líklegast miklu nær að kalla þetta hálfgerða vitleysu. Og þannig að mér finnst mjög óábyrgt í rauninni að það séu menn í þinginu að berjast á móti þessu öllu afli og ég botna bara ekkert í því. Það gert jafnvel á grundvelli þess að menn geti mist einhverjar vottanir en núverandi kerfi sem hefur verið við lýði 2 ár það engin stærðamörk. Nei. Þannig að öllum líkindum að þá mun þessar veiðiheimildir færast á þá örfáa stóra aðila og stóra báta og þegar ábreyttu og ef að við náum ekki að snúa þessu við sem ég vænti nú að við gerum að þá mun þessar heimildir fara það sem að heimildir eru fyrir og ennstari báta og það nánast algjört klám að tala að menn verða að koma og venda vistkerfið og tryggja hér einhverjar vottanir að menn skuli láta þetta út úr sér. Það ótrúlegt. Já. En það nú bara svona þegar að stjórnarmaður í Brím aðsti strumpur í þessum vottunarfélugum. Já, en ég skynja það nú því að það hafa farið aðilar og rætt við þessa vottunarfyrirtæki sem stór, þetta eru fyrirtæki sem veltir einhverjum milljörðum ári að ef að þeir fara mjög langt í þessa átt að þá muni þeir örugglega fá ályktun á móti sér ekki bara krókaveiðimann á Íslandi heldur bara heim allan þannig að þetta getur bara orðið þess vegna banabiti svona vottunarfélag. Ég hef verið með gest frá vottunarstofu hér í Spjalli, Gísla Gíslason. Já, góður maður. Og mjög hæfur og flottur og kom vel fyrir og útskýrið þetta allt. Hvernig þetta var, en hann náttúrulega nú hættur störfum held ég núna í einhverju kannski sérverkefni með eitthvað, en þetta eru hlutir sem að menn þurfa að skoða
bakgrunnin. Já. Hverjir að stjórna þessu, í hvaða tilgangi Já. er þetta verið að hugsa þetta á faglegan hátt eða einhverjir hagsmunatengsl. Jú, það alveg greinilega hagsmunatengsl þarna beint og beint frá Brimi í þessi MSC samtök. Brimi að sjóða hérna. En ég regna svo sem með því að ef MSC leggur saman þetta dæmi í heild sinni að þá held ég að það sé fljótsvarað að það sé mjög dýrt fyrir það að fá að smábáta sjómann í Evrópu á móti sér. Já. Þá er það náttúrulega bara merkið ónýtt. Já. En þetta allavega, ég bjartsýnn á að þetta náði fram og þetta líka menningarlegt atriði í mínum huga. Já, með grásleppuvegar. Ætlum við að taka grásleppukallinn og setja hann á uppboð þannig að það verði engar grásleppuvegar frá þorpunum hringinn í kringum landi, hvort sem er Norðurfirði, Drangsnesi, Djúpavogi og öllu þessu stöðum hringinn í kringum landið. Að þetta fari bara eins og aðrar veiðiheimildir að mér finnst það ótrúlegt að jafnvel flokkar sem sumdum kenna sig við að þykjast vera einhver landsbyggðarflokkar, hvort það er miðflokkurinn eða eitthvað, taki þátt í þessu leik, Framsókn, Sjálfstæðis. Þetta bara snýst menningarverðmæti, þetta óskynsamlegt að fara þessa leið. Þetta bara í sama flokki raunverulega og strandveiðarnar, að þetta menning og þetta það sem við höfum gert frá landnámi. Og það líka, maður sér það að þeir sem eru þarna og tala jafnvel eða að leggja stein í götu strandveiði þingjuru að manni finnst það svo ótrúlegt að þeir eru alls ekki að skoða það hvort að við getum ekki einmitt aukið frelsið eða veitt meira. Ég meina, það bara miðflokkurinn þarna í þessu leggja stein í götu strandveiði að reyna að koma ráðherranum illa sem með þessi mál á sinnu konnu og að berjast fyrir því að það sé búin til meiri sveigjanleiki. Að mér finnst þetta bara að vera þannig mál að þingheimur allur ætti að sameinast þetta. Auðvitað þetta þannig og slá vörnum grásleppukalla, strandveiðar og annað þess og þar. Þarna ættu menn að vera sameinaðir það hvaða skoðun sem þeir hefðu svo á kvótakerfinu þar fyrir utan. Þetta ætti að vera svona mottó að halda þessu lifandi og gera mönnum þetta kleift að geta stundað þetta og lifað af þessu. En við sjáum annað og finnum fyrir öðru. Jú, og þegar að maður sé líka að það gott eða var ekki á síðasta ári að þá hann til forstjóri í Hafró, hann bara bauð sér í fréttatíma ríkisfjölmiðla og nánast gagnrýnis án þess að nokkur kæmi staðan nema þá einhverjum dögum seinna og taldi þetta væri bara allt í voða ráðgjöfin ef að það heyrði hér veitt 1000-2000 tónum aukalega af þorski. Þetta auðvitað sargrætilegt á sama tíma og það var ljóst að út úr bókhaldi Hafró að það höfðu tapast 270.000 tonn tæplega á milli ára sko. Hvað þorskstofninn árið 2019 var endurmetinn nokkrum árum liðnum. Og þá var þetta smáræði sem ekkert sem kannski segjum eitthvað prómil af stofnstærðinni eins og þeir áætlana að það átt að setja allt í voða. Það auðvitað þannig að þá orðið pólitískur vinkill á vísindunum sem að mér finnst vera alvarlegt. Það mjög alvarlegt þegar að sérhagsmunaöflin ráða en það sérhagsmunaöfl sem ráða miklu hjá Hafrannsóknastofnun. Hvar nýji forstjórinn? Hvaðan kemur hann sem núna forstjóri eins og Maður veit ekki hvort hann verður endurráðinn. Eggert, hann að koma frá Brím. Fyrirverandi forstjórið þar. Þetta dálítið
Jú, einhvers staðar verða menn að koma. En aðalatriðið að þegar menn koma svona inn í störf og sérstaklega vísindastofnanir að það séu að öll sjónarmið séu skoðuð. Já, og við erum með makrílinn fyrir framan okkur sem eru bara málefnaleg sjónarmið, við erum með þorskinn fyrir framan okkur og málefnaleg gagnrýni þegar menn tapa svona út úr bókhaldinu, loðnuna og auðvitað væri æskilegt að þegar það koma fram svona sjónarmið með vel rökstudd gögn og að það sé tekið til umræðu, sérstaklega ef að viðkomandi hefur rétt fyrir sér. Þá getur það skila mögulega 15 milljörðum bara með loðnuna beint í kassan fyrir sjómenn landsins og ég tala nú ekki ef að þorskurinn aukinn, þannig að við erum að tala gríðarlega hagsmuni. Við erum kannski að tala tekjur í sjávarútvegi sem hægt væri að taka þó það væri bara í tilraunarverkefnum í 3 ár með því að auka þorskveiðar. Taka áhætta af því að við skulum bara mála það á versta veg að stofnum myndi minnka svipað og féll úr stofninum 2019. Nei, það í fyrsta lagi þá alveg ljóst að það ekkert með samhengja milli nýliðunar og stærðhrygningar. Nei, það Svo virðist líka að stóra hrygnunar, ef maður skoða bara gögni núna, það virðast ekkert vera að skila meiri nýliðun heldur en þegar að stærðin var skipuð minni einstaklingum. Þannig að áhættan engin. Mögulega gæti áhættan verið það ef menn myndi bæta í veiðinu upp á 100.000 tonn, að ef allt var á verstaveg, að mælingi myndi sína 100.000 tonnum minna. Það að staðan fyrir að menn væri að reikna með 1100.000 tonna þorskstofni, að þá var hann niður í, eða 1.000.000 tonna, þá var hann niður í 900.000 tonn. Þannig að þetta engin áhætta, mínu viti. Þetta tilraunavirði og það blasir allt við því að auka, öll rök við því að auka hérna veiðarnar. Já. Þetta nú það sem maður hefur verið að tala og þyrft að gera, en maður sér engan vilja í ráðuneytinu eða hjá pólitíkursonum. Jú, ég veit það, Inga Sæland örugglega klár í málið og síðan auðvitað að fólk sem að koma nýtt að þessu, heyrir sjónarmið núna, þetta tekur alltaf tíma, fara yfir rökin, skoða hlutina, og ég ætlast ekki til þess að fólk gleypi öngulinn strax, en ég ætlast til þess að öngulinn sé skoðaður og menn fari yfir öll rök fram og aftur og að þýletinu til. Skoði söguna. Já, og ég meina, þó að það ekki nema áhættum þetta. Hvað gæti gerst? Og ég held að þetta muni bara auka nýliðunina, þetta muni bara verða jákvætt og gera þetta bara. En svo annað, Sigurjón, sem varðar Hafró, og það það að ég búin að fá á þessu ári og reyndar á síðasta ári líka, fá helling af myndböndum sem hvað í maga stóru þorskana. Og það bara fullt af litlum þorskum og jafnvel niður í seiði. Já, það á ekki að koma neinum á óvart. Nei, en þetta sjálfsátt. Já, það og það þýðir það að kannski stofnin ekki að ná sér á strik út af meðal annars að það vantar meiri fæðu, jafnvel loðinu eða ykkur uppsjávarfisk í sumum tilfellum, og þá étur hann meira undan sér. Já, leið og að byrja að draga úr vextinum, og þá hann auðvitað nú fera meiri það búið að eiga sjálfsfræði. sér stað 2 síðustu ár. En þetta búið að vera ljóst nokkur, þetta hefur alltaf verið vitað. En og ef að hver og einn þorskur étur, einn, þó þess ekki nema einn, að þá hefur það gríðarlega áhrif
á stoppstærðina Stofnstærðina. á hverju ári, en auðvitað, þetta bara ræðst af því hvað mikið að öðru æti á slóðinni, sko. Já, Og hvað eru margir fiskar. Já, hvað er í gangi í lífríkinu? Er frambóð, fæðu frambóð eða ekki? Já, þeir sem hafa verið á línu, þeir vita það að það er svolítið hungur og ef að það er lítið æti, þá er betri veiði Já. og svo er kannski inni í þorskinum eða fiskinum sem að býtur á öngulinn, að þá er hann búinn að narta kannski nokkrar beitur, sko. Já. Og hann veit að hættunni, en hungrið rekur hann áfram í þetta. Og á endanum er hann tekinn, sko. Ég sá einhvern tíman myndir frá Noregi þar sem að fiskur kom að línu og það voru 8 fiskar sem skoðuðu beituna. Sumir fengu sér bita beitunni, en svo kom einn djöfull og kókulifti. Já, þetta er svona. Það var 8. fiskurinn sem gerði það. En við höfum enga tapa að fara yfir þá gagnrýni sem hefur komið fram og þau sjónarmið að auka veiðar. Við höfum enga tap í því. Nei. Og þess vegna tel ég að það sé rétt að gera það rækilega. Já, það myndi auðvelda störf hjá formanni fjárlaganefndar að fá kannski 100 milljarða í viðbótin í fjárlögin. Bara taka eins og núna loðnuna, bara taka betri mælinguna og sem er með fleiri skipum og þykja þarna 100 tonn í viðbót. Já. Það var í jákvætt skref. Já. Og horfa svolítið fram á veginn. Já. Og ekki að vera að horfi í það að einhverju strandveiði sjóminn fái 2-3 tonn í viðbót með að við áætlað. Nei, það er svolítið brandari, en maður skilur það að því litinu til að búið að vera svo mikill hræðsluáróður, meðal annars kom það fram hjá fyrirhandi forstjóra Hafró, hefði átt að vera einhver segjanleiki, þá sá menn einhvern voða. En ef menn taka bara tölur þeirra trúanlega, sko, stærðina og endurmatið og allt það, þá er þetta bara einhver prómill sem er verið að ræðum af heildarstofnstærðinni, og ég þori að hengja mig upp á það að óvissan er miklu mun meiri svona í mælingunni heldur en nokkuð tíma, þannig að menn er að tala um eitthvað rík eða einhver vikmörk. En nú ert þú líffræðingur, menntaður. Já. Og hvað segir það þegar heil vísindastofnun eins og Hafrannsóknastofnun sem er að rannsaka fleiri tegundir, 30 tegundir eða hvað það eru margar í það heila. Hvað segir þeir eru alltaf með 1%, 16% náttúruleg dauðsfall? Já, 18%. Já, 18% dauðsfall. Þeir viðurkenna það, þetta er ekki svona. Nei. En þeir segja að þetta sé það sem að menn er að námunda og ef maður reynir að skilja þetta, hvernig þetta verður til, að þá er þetta þannig að ef þú ferð og hefur áhuga á þessu, sjávarútveginum, ferð og lærir fiskifræðin, ferð inn í þá menntun og síu sem þar verður til, að þá ertu svona mótaður í það snið sem er í gangi, og ef þú ert mögulega á annarri skoðun og hefur með þér bara önnur sjónarmið, að þá ná þau ekki upp á yfirborðið og menn eru þá jafnvel settir einhverju leyti til hliðar og einhver ákveðin verkefni. Og það er til dæmis eins og með þennan norska fiskifræðing sem að lendi þarna í ákveðinni deilu fyrir 12-14 árum, og þá fer hann út úr stofnuninni, fer að vinna fyrir sjómannasamtök eða útgerðarmenn,
og er þá jaðarsettur og þegar að maður var að ræða þetta. Eigum við ekki einn svona fiskifræðing á Íslandi sem að Við eigum nokkra svona sem hafa verið jaðarsettir. Já. En kannski mest hefur það verið Jón en það hafa verið fleiri sem hafa verið jaðarsettir en ég held að það verði einhverju leyti að koma þessi gagnrýni utan að og ég meina við erum hér með menn sem eru að gera sínar athuganir og rannsóknir og bara eins og Svanur Guðmundsson, hann er með menntaður í Tromsö, hann er núna með aðrar mælingar og hefur haft rétt fyrir sér meðal annars með karfan og mælingarnar á honum að hann í stað þess að vera með athugunarstöðvar hypst og her og þá hefur hann gert sínar athuganir og ályktanir út frá því sem að aflagögn segja. Já. Í staðinn fyrir að vera tilviljunarkennt að þá horfir hann í rauninni að hvernig þróunin á aflanum, þá hann í rauninni á þeim kuldaskilum eða hitaskilum í sjónum og botninum, það sem að fiskurinn en ekki það sem hann var fyrir einhverjum árum síðan. Nei. Þannig að mörguleyti eru hans sjónamið bara mjög áhugaverð og rétt að fara yfir. Miðað við það sem við erum að gera með sömu togsvæði og voru ákveðið 1984 þegar við fórum í fyrsta togarrallið. Jú, ég meina og mér finnst líka menn þarna í Hafrannsóknastofnun við ansi glannalegir. Tökum bara aftur með Hrokkelsinn. Að menn ákveða eitthvað og út frá mjög litlum gögnum hvað kemur einhverju vísitölu í einhverjum togararalli og eru síðan allt í einu komið með einhverja ákvörðun kíló upp úr sjó. Það ýmislegt sem að bendi til þess að þau gögn sem að þeir álykta að sé stofnstærðin sé ekki rétt og staðan fyrir að ræða þau að þá það ekkert inni og ekkert inni í umræðinu. Það meðal annars endurheimt merkja. Já. Ef að menn væru að taka, segjum bara 40%, þá ættu menn að fá eitthvað af veiðihlutfallið eða 50%. Menn áætla að það sé veiðihlutfall á Íslandsmiðum af gráluðu sem kemur til landsins, að þá ættu menn að fá svipa hlutfall í endurheimtu merkja. Það ekki þannig. Nei. Og þó svo að merkingarnar hafi farið fram það sem að á veiðisvæði grásleppunar, en það alveg hellingasvæðum það sem að grásleppuveiðar ekki stundar. Já. En grásleppan örugglega það að hrygna upp í landsteinunum eins og það snýst nú kannski bara legu viðkomandi þorpa, að menn fara kannski svona 30 mílur út frá þeim, en ekki lengra. Ekki svo langt, ekki á sem grásleppubátum. 25 mílur, en það alveg ljóst að það stór svæði þar sem að falla ekki þar undir. Og menn alltof brattir í því að takmarka veiðar með því að hafa leiðarljósið, hvernig getum við aukið veiðar? Það ekki haft að leiðarljósi að reyna að auka veiðar og auka tekjur. Og þetta hringinn í kringu landið meir og minna. Fleiri mílna svæði sem að aldrei eru skoðuð, aldrei lögð grásleppunet á. Já. Þannig að þetta það bara, það mikið, það bara þjóð. Það engin grásleppunet lögð frá Hornafirði að Þorlákshöfn með Suðurströndinni. Nei, og það eru Hornstrandir og það eru. Já, það víða. Það víða. En áttu von á því að atvinnuveganefnd geti gert eitthvað skurk í þessum málum? Ég sannfærður það. Ég held að og líka bara umræðan, hún mun
Hún mun verða til þess að þetta verði tekið fastari tökum. Ég var á fund í gær með smábátasjómunum, Já, Hafnarfjörður, Reykjavík og það var alveg að heyra á þeim að þeir binda vonir við breytinga núna. Þessi ríkisstjórn komi bara einhverju góðu til leiðar já, að menn séu tilbúinir að taka ráðgjöfina og opna fyrir grásleppuveiðar og breyta svona aðeins því sjónarmiði að í staðinn fyrir að menn horfi fyrst og fremst á höft heldur að menn skoði í rauninni hitt að reyna að liðka til og stuðla fyrir nýliðun og auknum veiðum. já, já. Það er allavega mitt verkefni og þó svo ég sé komin í formennsku fyrir aðra nefnd að Þá þarftu ennþá frekar að fá, að fá meiri afla í land. Já, þannig að það sé hægt að þetta finna og gera pening hitt. fyrir endurbótum, til dæmis á heilbrigðisstofnuninni á Norðfirði og einum og þessum góðu verkefnum á Austurlandi og Norðurlandi. Það er bara, og vítt og breytt landi. Já, já. En það er bara ótrúlegt að hvað þetta gengur hægt og rólega og ég hef það á tilfinningunni að hagsmunaöflin, sérhagsmunaöflin séu að hafa allt og mikil áhrif á þetta og komi í veg fyrir að það verði hægt að gera eitthvað fyrir almanna hagsmuni. Jú, það er líka ákveðin tregða inn í kerfinu. Jú. Það eru margir sem eru aldir upp við að þetta sé bara best í heimi. Já. En þó svo að svona myndir, svona eins og við sýndar á hann, sýni bara að hlutirnir, það sé hægt að gera mun betur. Já. En ég er sannfærður það að þetta fari að snúast með okkur. Ég trú á því og það er farin að verða svona áleitnari spurningar og gagnrýni spurningar meðal annars í Grænlandi, nágrannaríkjunum og þetta er eitthvað sem mun breytast og bara spurning hvenær það gerist. Já. Ég vona stöðugt til þess að það gerist sem fyrst. Það mun hjálpa okkur og létta róðurinn fyrir ríkisstjórnina ef við tökum og skoðum þetta bara auka verulega veiðar og það er bara, held ég, mikið gleði hringinn í kringum landið, sko. Já. Bara það að auka núna veiðiheimildin í loðnu. Já. Eins og menn geta alveg auðvitað rökstudd. Það myndi vera bara frábært á Austurlandi. Já. Vestmannaeyjum og þess vegna Akranesi og Hornafirði og Eskifirði og Fáskrúðsfirði og Norðfirði og þetta, Vopnafirði og Þórshöfn, þetta eru allt staðir sem munu blómstra núna á meðan að loðnuvertíð stendur yfir. Taka til dæmis bara líka eins og hafa opið svæði kringum Grímsey, þá væri mann ekki í vandræðum með það að finna fjármagn til þess að endurnýja Grímseyjarferjuna. Það væri nóg að flytja og nóg að tekjum bara ferjunni. Þetta er jákvætt að gera eitthvað, auka frelsi í þessu. Við myndum ekki tapa einu eða neinu þó þetta færi jafnvel á versta veg að mati Hafrannsóknastofnunar. Það er ekkert að fara neitt versta veg. Nei, það veit ég líka. En þó þeir myndu bara afskrifa í stofnstærð. Við erum búin að fara þeirra leið núna. Í 40 ár. Ég ætla ekki að segja það. Eftir að þeir náðu algjörlega tökum á þessu, upp á 90 á þorskinum, þá hefur þetta ekki skilað neinu. Nei. Þannig að það er komið tíma á eitthvað nýtt og ég er að beita mig fyrir því og við flokki fólksins og ég held að það sé góður hljómgrunni fyrir því, vítt og breytt landið. Það er frábært að heyra það, en ég ætla nú að byrja á því að þakka Laufey Ólafsdóttur fyrir að senda út þennan þátt og taka hann upp og senda hann út. Og svo ætla ég að hvetja enn og aftur alla áhorfundur á samstöðinni sem er að hlusta á okkur í útvarpi og sjá okkur í sjónvarpi að gerast áskrifundur ef þeir eru það ekki fyrir
og styðja við bakið á stöðinni, því þetta vettvangur sem gefur okkur tækifæri til að ræða ýmis mál og ekki hvað síst sjávarútvegsmál sem skipta þjóðina eiginlega mestu máli af öllu. Þetta eru tekjulind fyrir þjóðina og gefur okkur möguleika bæði að styðja við bakið á öldruðum, öryrkjum og fólki sem minna má sín í þjóðfélaginu, heilbrigðismálum, menntamálum, menningarmálum, ýmiss konar, eftir því sem að sjávarútvegurinn getur gefið okkur meiri tekjur, þá mun það renna út tilbaka í samfélagið í heild sinni. Takk fyrir mig.